Góðan daginn, komið sæl og velkomin á annan fyrirlesturinn í hádegisfyrirlesturaröð Félags fornleifafræðinga og námsbrautar í fornleifafræði og Friðunarsafnsins. Í dag ætlar Gísli Pálsson, sem doktorsnemi í fornleifafræði við Háskólann í Umeå, að segja okkur frá rannsóknum sínum á jarðabókinni og landsháttum 18. aldar. Takk fyrir þetta. Velkomin og takk fyrir að koma og hlusta að tala. Ég verð að viðurkenna að ég hef flutt þetta erindi svona nokkuð ofta á ensku. Þetta í fyrsta skipti sem ég tala þetta íslensku, þannig ég biðst velvirðingar ef ég fer eitthvað að stama. En ég líka starfsmaður hjá Fornleifastofnun Íslands og eiginlega langaði að gera dálítið svona viðhömd verkefni sem notaði skráningargrunn stofnunar sem heitir Ísleif og fornleifaskráningargrunnur sem nær svona einhver leyti yfir allt landið, helst. Eins og sjáir hérna þetta Eyjafjarðarsýsla, Þingeyjarsýsla og Suðvesturland. Og ég líka með nokkuð gögn frá Skagafirði og öðrum stöðum en verkefni mitt eiginlega dálítið svona hliðarspor frá fornleifaskráningu. Fornleifaskráning orðið mjög algeng á Íslandi og við erum þegar komið upplýsingar yfir 100 staði. En fornleifaskráningin í raun og veru svona góð blanda af sagnfræði, vettvangsskoðun, viðtölum, því að það þarf einhvern veginn að setja alla þessa punkta í sögulegt samhengi. Og þegar sögulega myndin komið þá náttúrulega vitum við miklu meira þessa staði, en það líka ákveðnar upplýsingar sem eiginlega tengjast ekkert endilega einu minjastað, heldur kannski ákveðnu svona söguleg hugtæki eins og lögbýli eða svo framvegis. Þannig að það sem samstarfsmenn mínir á Fornleifastofnun, Orri Vestinsson og Adam Friðriksson gerðu á sínum tíma var að búa til svona jarðarspjald. Og jarðarspjaldið inniheldur upplýsingar jarðir sem kom fram í jarðartali Jónsens frá 1847 með nokkru viðbótum. Og þetta eiginlega það sem ég byrjaði í mínu rannsóknum. Hvað er að gera með þennan part af Ísleifi. Þess að sjá það þetta oft mjög ítarlegar upplýsingar. En að sama skapi þá þetta oft bara svona langir textar með miklum upplýsingum. Þetta er erfitt að lesa í gegnum þetta og kannski erfitt svona að flokka og draga úr upplýsingar úr þessum löngu textum. Og það er að horfa á þetta jarðspjald og segja að þetta er eiginlega alveg nauðsynlegt til að halda utan ákveðnar upplýsingar á jarðir. Sögulegar upplýsingar sem snert ekki bara eitt stað, heldur einhvers konar minjaheildir eða svona hugtök eins og jörð. Og þessar upplýsingar eru mjög ítarlegar en illa flokkaðar. Og það er annað vandamál með uppsetninguna og hann sá að það er ekki hægt að sjá munin á lögbýlum og hjáleigum. Ef þið þekkið jarðabók Jónsens, þá er þetta bara að lista, það stendur stundum, oftast hvort þetta sé hjáleið eða ekki, en jarðspjald Ísleifar endurspeglar það ekki. Þannig að mín fyrsta spurning með gögnin sem ég er að nota er eiginlega hvað þarf til að breyta þessu spjaldi úr upplýsingaveitu í rannsóknarverkfæri. Ég verður aftur að biðjast afsökunar, þetta verður, ég ætla að tala þetta mikið gagnagrunna og ég held að fáir hérna inni hafa neitt sérstaklega áhuga á því, en mér finnst þetta mikið að gera það. Til að byrja með, þá er þetta heimildirnar sem er að nota og er náttúrulega auðþekktar heimildir fyrir flesta sem vinna með sagnfræði eða fornleifafræði á Íslandi. Og það sem ég byrjaði að gera eiginlega var að taka jarðabókina, skanna hana alla og deilin upp í bara deilin upp eftir jörðum og hnitsetja svo textan eins og þið sjáið á þessu spjaldi sem Fornleifastofnunin setti saman. Þá er þetta oft bara beint texti upp úr jarðabókinni og það er mjög mikilvægt bara til að hafa hann á bakvið og allt er til flóknar upplýsingar til að vera að brjóta niður í einhverja tölulega flokka. Þannig að ég ákvað bara að taka þetta allir lengra og skanna alla bókina og gera hana svona staðsetjana. Þá verða til rétt yfir 4000 lögbýli á jarðabókarárunum.
4020, 4040, það er svo ekki alveg hægt að telja, það er svo skilgreiningar sem þurfa að eiga sér stað til að ná nákvæmri tölu. En eins og vitið þá eru upplýsingarnar sýslurnar á Austurlandi týndar, þannig að Skaftafells og Múlasýslurnar eru ekki með, en það eru aðra heimildir frá 17. öld, seint á 17. öld sem fylla inn myndina. Sko, aftur þessi spurning, hvað þarf að gera til að gera þetta rannsóknartæki? Það er að horfa á uppbyggingu bókarinnar sem ákveðin svona upplýsingargagnagrunn á 18. öld. Þetta er alltaf mjög skipulagt. Það er venjulega ein málsgrein fyrir eitt svona atriði og niðurröðin er alltaf langoftast svo sama. Þannig að það eru upplýsingar nafna á jörðinni, hvort það sé kirkja á jörðinni, dýrleiki, eigandi, ábúandi og svo framvegis. Ég ætla að taka þetta það er líka hægt að horfa á þessa ákveðnu hluti sem þetta er ekki endilega upplýsingar sem tilheyra ákveðinni jörð, heldur er þetta líka upplýsingar tengsl á milli jarða. Eigandinn er til dæmis alltaf að tala hvar eigandinn býr. Hvort að það sé að vera kirkja eða biskupsstóll, oft er það manneskjur, en alltaf fær maður að vita, yfir 95% tilvika í bókinni, þá fær maður að vita hvar eigandi býr. Ítök er náttúrulega í aðra jarðir, oft eru hjáleigur undir lögbýlum sem kalla þá annars konar tengingar á milli bíla. Þannig að þetta eiginlega, þegar þetta er orðað svona, það sem heitir á ensku skema, gagnagrunna skema, þá lítur þetta svona út hjá mér. Þetta er dálítið flókið, þetta er eiginlega bara nauðsynlegt til að ná yfir þessum upplýsingum í bókinni, bæði vegna þess að þetta er oft mjög flókið og líka eru ákveðnar breytur í textanum oft, sérstaklega eftir þær jarðir sem skráðar eftir Stórubólu. Þá er talað að landskvöldin hafi verið kannski ákveð og svo var hann lækkuð og aftur lækkuð og svo framvegis. Þannig að það er mikilvægt bæði að hafa sér töflur fyrir allar þessar einingar, allt efni í bókinni er líka einhvers konar leið til að skrá breytingu aftur í tímann. Ég er með einn litan og það er alveg vegna þess að skiptir ekki miklu mál núna en uppbygging grunnsins byggir eiginlega á atburðum. Það er að segja að fyrsta, það er allt, við erum eiginlega bara með heimildir einhver atvik. Skriða er ekki aðal atriði heldur heimildir þá jörð. Þetta fer svo í ákveðin gagnapakka sem lítur svona út. Þetta er allt í miðlægan gagnagrunni sem heitir Postgres á netinu og Postgres er að tengjast við hennar grunn með Access og Cookies og R-tölfræði. Það er hægt að nota þetta til að koma gögnum á neti og svo framvegis. Þetta er svona svakalegur svona gagnavistkerfi sem er í kringum hennan grunnin. Maður horfir aðeins víða þá grunnin tengdur öðrum svona gagnaveitum. Þetta í miðjun er það sem við erum innhús hjá Fornleifastofnun, svona sumt til og sumt kannski ekkert endilega til, en þetta er svona okkar, við erum bæði með uppgangtagrunn og skráningargrunn og svo framvegis. En svo hefur náttúrulega ákveðna skyldur að gegna bæði Minjastofnun og Ariadne sem er evrópskt gagna svona kerfi og svo framvegis. En maður er kannski spurður ofta að þessu erlendis og kannski líka er þetta fornleifafræði? Nú er ég bara búin að tala jarðabók Árna Páls og mjög lítið skráningar. En er það að tala þetta sem fornleifafræði? Og ég myndi segja, svona til að svara því, þá fylgja ritarheimildir bróðpartinum af íslenskri menningarsögu. Og það er eiginlega vitleysa að stunda einhvers konar fornleifafræði á þessum árum á þess að hafa lesið og svona skilið almennilega sögulegar heimildir. Þannig að það er að tala íslenska fornleifafræði sem mjög svona sagnfræðilega, á ensku talar historical archaeology. Jarðabókin, þegar maður horfir á hvað hann inniheldur, þá er hann eiginlega einstök, ekki bara á íslenska mælikvarða heldur á heimsvísu. Það er mjög sjaldgæft að fá, ekki bara svona miklu, oft er þetta að fá svona miklu upplýsingar ákveðna staði, kannski herragarð og hjáleigur, en að fá það fyrir allt landið, mínus kannski 4 sýslur. Það er alveg einstakt. Og þetta, ef við erum að stunda eitthvað sem heitir landsháttafornleifafræði frá Íslandi, þá er eiginlega mjög erfitt að gera það á þess að byggja mjög
mjög mikið á sögulegum heimildum. Og þegar maður horfir á hvað gerast í fornleifafræði, þá var líkanagerð og svona tengslanetarannsóknir, network analysis, vinsælt á svona tíma áður en að kom svona smá baksveifla á 9. áratugi. En það sem að gerast meira núna að fólk fara að treysta aðeins betur á svona tölanálganir, gagnasætin á stærri aðferðnar og tæki sem við höfum til handar á betri. Þannig að þetta aftur orðið svolítið vinsælt í fornleifafræði. Og þegar maður horfir á þessa niðurstöðu sem verða þegar maður horfir á svona stór gagnasett, þá koma oft upp ákveðnir hluti sem maður hefði aldrei getað túlkað út frá einstökum stöðum. Og ég ætla að taka fram að það eru ókostir við svona nálganir. Ef maður horfir á það sem ég eiginlega svona skala sem að skoða, þá það er eiginlega ómögulegt að gáta þetta fornleifafræðilega. Það er ómögulegt að skoða, reyna svona staðfesta þetta með uppgröftum, og þetta er svo stórt. Og við höfum bara ekki grafið upp nógu mikið hvorki á 18. öld eða á öðrum tímabilum. En fólk er alveg frítt til að kalla þetta eitthvað annað fornleifafræði. Ég gæti ekki hugsa mér að því þessa slæðu, hún er svo erfitt að því þessu hugtök, en ég ætla aðeins að tala þetta sem ég hef haft með í rauði, tengslanetarannsóknir. Ég setti upp gagnagrunninn til að reyna að endurspegla jarðabókina dálítið vel, en það sem kemur fram aftur og aftur þegar maður les hana, að upplýsingar eina jörð, það er oft talað aðra jarðir. Það er eiginlega allt, ef maður hugsa eiganda sem einhvers konar tengst aðra jörð, þá er eiginlega alltaf einhvers konar umfjöllun aðra jarðir. Einnig færðu miklar upplýsingar höfuðbýli eins og Þingeyraklaustur, Þingeyrar, Skálholt og svo framvegis af öðrum jörðum. Þannig að maður þarf vel að halda áfram að lesa bókina og mikið af upplýsingum tala alls konar tengsl á milli staða. Þannig að ég ákvaða að vera bæði með þessa uppbyggingu sem ég sýndi ykkur áðan og líka svona smá forritun sem gerir mig kleift að búa til tengslanet úr þeim gögnum til að endurspegla svona ákveðna félagslega þætti á þessum árum. Af hverju er mikilvægt að skoða tengslanet? Eins og þetta, við erum þegar maður nota það sem ákveðna svona nálgun á gögn, þá er maður ofta að hugsa tengsl á milli staða og ofta er það eitthvað sem maður getur hvorki að túlka frá einu stað eða öðrum heldur þannig að hugsa það í einhverju samhengi. Þetta er mjög gott fyrir svona stafræðileg gögn. Það er hægt að skala upp og niður frekar auðveldlega. Það er hægt að ná yfir tímavídd dálítið vel og það er hægt að hugsa eiginlega hvað áhrif bæði fólk og annars konar leikarar hafa í kerfinu. Þetta er svona smá sem maður myndi kalla á ensku svona topology, svona smá bara mynd af því hvernig ég hugsa þessi kerfi. Og það er auðvitað lögbýlegur svona aðaleiningin. Undir lögbýlum hjáleigur og einhvers konar hlunnindi. Ef lögbýli með fínar rekastrandir þá er ofta einhvers konar ítök í þær strandir sem önnur lögbýli hafa. Og þannig að maður getur ímyndað sér svona þessa litlu svona atóm öll tengt saman á einhvern hátt bæði gegnum ítök og annars konar kerfi. Og það er að skoða til dæmis eina jörð, Stafholt. Ef maður les mátaðar Stafholts þá sér maður að þetta skipta dálítið miklu máli til í eignarhaldi staðarins. Bæði, þetta er svona allt búið að flytja þetta saman, þetta er bæði jarðir sem Stafholt á og ítök, það er til dæmis takk í Þverá, nokkrir síðugar í Þverá, Beit í Bjarnadal og svo framvegis. Það er svona, maður horfir á bara svona, hvað segir maður, heimilisiðnað Stafholts, hann nær eiginlega yfir miklu stærra svæði. Jafnvel á Stafholt, jörð alveg nyrst á ströndum svona frekar norðarlega á ströndum sem jörðin á og á eiginlega greinilega bara til þess að skaffa rekavið. Þetta er ein jörð. Ef maður horfir á allt landið þá getur maður bara haldið áfram að taka svona eina jörð í einu og það endar með einhverju svona kerfi. Þannig að aðeins tala þetta er sem sagt einkaeign í jarðabókinni. Ég sagði mjög lítið fyrir austan en þetta eru þá eigendur sem eru á Austurlandi og eiga eitthvað
á jörðum sem eru enn til í jarðabókinni. Þetta kirkju- og konungseignir. Það þá blátt eru konungseignir og hitt annarkvort biskup eða staðkirkjur eða bændakirkjur. Þetta ítök á Norðurlandi. Þetta eru sóknir. Þetta önnur mynd af ítökum á Norðurlandi. Þetta eru Vesturlöndæmi sem spila hlutverk þarna líka þegar maður hugsar hvert landeyrin fer, hvert landspil fer. Þetta Rekaviður. Þetta eru kvaðir á Norðurlandi og hérna eiginlega einhvers konar svona flæði landskuldar allt í höfnina. Og þetta bara eitthvað sem hægt að gera með þessum gagnagrunni vegna þess að þetta skráð með svona SQL sem þýðir að þú getur bara búið til svona fyrirspurnir sem gefa þessi kort. Þetta ekki, ég skráði þetta ekki svona, þessar línur eru bara dregnar af gagnagrunnum. En byrju nú við, ég fór alveg tilbaka, ég þarf að fara þess. Það rétt á stað, ok, svona. Já, þannig að grunnurinn sjálfur auðveldar ákveðnar nálganir sem eru eiginlega ómögulegar með jarðarspjöld, íslöfar eða skráningagögn yfir höfuð. Þessar töflu sem ég sýndi ykkur áðan tengja jarðabókina og aðra heimildir við fornminjar og landupplýsingar og gefa færi á svona flóknar fyrirspurnir sem, þessir skráningagögn sem við þekkjum ráða varla við. Hann opinn og aðgengilegur á netinu, gagnast fleiri mér. Ég vil að segja svona þegar maður í doktorsnámi þá það var ekki sérstaklega mikil aukavinna að gera þessi gögn aðgengileg á netinu. En það er svona mikið vandamál finnst mér í fornleifafræði og víðar að doktorsnámi ætlast oft til að sé ekkert mál að gera þetta aðgengilegt eftir á. En það var kannski peningurinn horfinn og þetta þó það mikið vinna að það ekki hægt að gera þetta alveg ókeypis. Það sem í grunnum, það sem einnig í grunnum, ég tala áðan að ég hafi skannað allt saman inn og það hefur reynst mjög gott svona tilgátu verkfæri. Það að segja að þú með einhverja hugmynd, þú vilt skoða smá dreifingu í staðinn fyrir að fara í gegnum alla bókina eða myndast að einhverjum svaka rannsóknum, þá allavega hægt að leita í textanum og gera það staðfræðilega. Þannig að ég kalla það svona að hann getur öryggisnet fyrir allt annað. Þannig að þegar maður les þessa bók þá sér maður margt sem er spennandi en maður er kannski ekki alveg tilbúin að tækla almennilega. Það er mjög algengt að sjá að í eignarhaldi er talað einhvern mann eður hans kvinna, sem er algengt orðalag. Og maður getur eiginlega svona þannig séð gefið sér að það á konan jörðina en kallinn er sem sagt nefndur. Og ég prófaði bara að leita hvernig þetta orð kemur fram í bókinu og þá fær maður þessa dreifingu og bæði þetta að sjá svona hvort það sé einhvers konar munur á landsvísu. Það munur þá kannski helst í skráningar aðferðinni frekar í landsháttum en það eitthvað blandaðar á milli. En hérna allavega að taka þessar jarðir og skoða það eitthvað nánar fyrir ítalegri greiningu. En bara svona til að byrja með þá þetta að leita í allri jarðabókinni og fá einhvers konar niðurstöður bara samstundis. Þetta annað athyglisvert dæmi sem samstarfskona mín Megan Hicks spurði mig að hún hefur áhuga á kaupfénaði og vildi vita hver með geitur á Íslandi á jarðabókarárunum. Og það að leita því að maður passa sig aðeins, þá þetta að fá þessa dreifingu. Og hér sjást lögbýlir sem eru með geitur. Það eru alltaf langt flestar í Fnjóskadal og í Suður-Þingeyjarsýslu, einu og eina annars staðar á landinu. Og svo þetta að bera saman, eins og tala áðan. Eitt af besta við að hafa þetta í þessu umhverfi, þessu landupplýsinga umhverfi, að þú getur líka hent inn öðrum gagnaflokkum. Og hér sjáum við örnefni sem eru með geit í nafninu. Þannig að það að gefa sér strax á þess að það haldi kannski ekki endilega vatni að það hefur verið svona ákveðin samdráttur á geitarækt á Íslandi. En aftur á móti bara byrjar þessu og svo ferði dýpra í gögnum og að taka hvort að svo tilgáta stand. Og þetta getur hver á vefsíðunni, þegar þið farið á þessa slóð, þá lítið leið sem hægt að leita að bæja, hægt að leita með einu orði en ef þú notar svona gæsalappir þá getur þú leitað hugtökum.
Hérna færðu bara niðurstöðu strax og sér hvar ákveðin orð koma fram. Hérna til dæmis nafnið lífgerð virðist bara vera algengt á Vestfjörðum. En já, þetta er svona eitt af aðal verkfærum í þessu gagnagrunni. Það er þetta öryggisnet sem er texti jarðabókarinnar og ég er líka með nokkrar aðrar heimildir. Ég er með fornbréfasafn og svo framvegis en það er ekki aðgengilegt á vefsíðunni. Ég var að tala að ein svona megin ástæðan til að gera þetta í rannsóknarskyni er að skilja hvernig þessi tengsl byrja að hafa áhrif á landnotkun og tengsl á milli staða. Og það er þetta athyglisvert dæmi í jarðabókinni. Bara að lesa. Hérna er lýsing á ítaki. Torfista engin og fær ábúandi árlega ristu til af hamri. Þetta er lögbýli hraun í fljótum. Ábúandi ristu til af hamri sem ráðsmaður stólsins leyfir og ákveð fyrir að koma 20 álna tollur. Og verður þetta torf að flytja eftir endilöngu Miklavatni sem ekki minna en vika sjávar og verður þar að auki að færa torf á hestum, á skip og af. Það segir mannilega það að ábúandinn á hrauni fær svo sem torf en hann eða hún er ekkert sérstaklega sátt við þetta fyrirkomulag. Það er sérstaklega tekið fram hvað þetta er erfitt og hvað þetta er leiðilegt. Og ef maður myndi kannski reyna að horfa á hana stað og spyrja sig bara, ok, maður getur kannski gefið sér það að sé lítið sem ekki torf á staðnum og getur spyrja sig hvaðan kemur torfið. Og það væri svo sem eðlilegt að segja að það kemur væntanlega bara á næsta bæ sem er með góða ristu. En þetta er óvenjulegt þangað til maður skoða þetta í samhengi við eignir hóla. Þetta eru bæði hólajarðir. Og þegar maður horfir bara á ítök, það sem ég kalla terrestrial resource claim, ítök í eitthvað sem er landfest, þetta er ekki í skipsuppsátur eða reka, en þá eru öll ítök á svæðinu á milli jarða hólastóls. Þannig að þarna sérðu það er svona ákveðið kerfi þar sem þessa jarðir eftir tilskipun ráðsmanns biskups eru svona dálítið að reiða á hvora aðra þegar ef það er einhver hlundi sem vantar á ákveðinni jörð. Þannig að þetta er svona kerfi sem útskýrir það að hraun í fljótum eiga ítak í jörð sem er eiginlega frekar langt frá og svona og kallar á svona frekar mikla vinnu. Eins og ég sagði áðan, það er svona er eiginlega eitthvað sem maður sér ekki alveg maður skoða bara og reyna að túlka hluti út frá einu stað. Í staðinn þegar að sé þráðbein lína á milli þá er þetta hálfgerð þríhyrningur. Hólar eru að hafa áhrif á þetta ítök. Og maður getur horft á stærri einingar eins og til dæmis þegar maður skoðar Skálholt. Þá stærsti jarðareigandi á landinu á þessum tíma á marga jarðir í Árnessýslu og Rangárvallasýslu og líka margar í Borgarfjarðarsýslu. Þetta var náttúrulega eftir þessi skipti, konuskipti sem eru þarna einhverjum 200 árum áður. Það sem kemur kannski ekki á óvart er að það virðist eins og að þessi tvö kerfi séu dálítið sjálfstæð. Bæði verslaði við ólíkar hafnir. Ef maður skoðar ítökin, þá er þetta svona tvær útgáfur af ítökum. Þessar jarðir í kringum Skálholt sæta þessum 3 kvöðum, Hesslán, einhvers konar hjálp við slátt og skipáröður. En jarðirnar í Borgarfjarðarsýslu þurfa vel að bara að skaffa háseta. Þannig að það er hægt að horfa á þetta innra kerfi sem svona kannski einhvers konar stærri útgáfa af heimilisinnaði Skálholts. En hina jarðirnar er eiginlega dálítið sérabátt í aðeins ólíkari kerfi. Þannig að þetta er eitthvað sem er hægt að greina út frá þessum tengslum og rannsóknum. En svo það sem þarf eiginlega líka þegar maður gerir þetta er að horfa á þessar línur og reyna að átta sig á hvað þýðir eiginlega þegar gagnagrunninn dregur þrábæra línu á milli staða. Jarðabókin er mjög oft með ítarupplýsingar þetta fyrirkomulag. Þannig að ef við skoðum til dæmis
eina línu. Þetta eru sérst allar, þetta eru konungsumboð. Línurnar frá Viðey á Vestfirði svona eiginlega bara tilgátt að þá oft það kemur ekki alveg fram á Vestfjörðum hver eiginlega umboðsmaður konungs, en venjulega kemur það fram. Ef við skoðum til dæmis Sigur Björnsson sem lögmaður, hann með sérst umboð, hann getur svona hrútafjörðar umboð á konungseignum í Vestur Húnavatnssýslu. En Húnavatnssýslu bókin sem náttúrulega algjört einsdæmi fer alveg í nálarnar á því hvernig þetta fyrirkomi átt sér stað, og það tala að landskuldin fari með fénað yfir heiði og annarkvort féð skilið eftir í Norðurárdal eða fara með það alla leið á Þingvöll. Og þetta svona eitthvað sem maður kannski skilur þegar maður horfir á þessa mynd og ímyndar sér að umboðsmaður náttúrulega ekki að eiga við eina jörð í einu, heldur þetta eitthvað skonar mengi fyrir norðan sem hann þarf að eiga við, og það bara þægilega þá að hafa að þessir ábúendur koma með féð yfir heiðum og skilja eftir á einhverjum stað og svo að lokum kemur Sigurður og sækir féð eða sendir eitthvað. Þannig að þetta svona eitthvað sem maður kannski er erfitt að skilja ef þetta væri bara einn eigandi og einn ábúandi, en þegar maður horfir á þetta sem ákveðið mengi þá svona fer þetta að passa betur saman. Þetta virkar eiginlega svona. Hvorki beinlína milli A og B heldur eiginlega kannski endilega lína milli A og B, heldur þetta eitthvað svona fyrirkomulag sem á sér stað á milli. Og það að halda áfram og horfa á aftur, þetta eitthvað sem hægt að gera bara vegna þess að grunnur lítur svona út. Það alveg hægt að ímynda sér hvernig við förum úr jarðabókinni yfir í eitthvað svona efnisfestu. Hvert landið að fara, og þetta bara svona plús, það sem að plúsa saman landskuld sem fer frá hjáleigu á lögbýli á eigendur og svo að lokum á verslunarstað, í kaupstað. Þannig að þetta svona aftur svona tilgátur sem eiginlega ná langt yfir eina jörð. Og ef við höfum smá tíma þá ætla ég aðeins að, ég hef nokkra slæði viðbætt, ég ekki vissu hvernig ég geti talað þær. En mér finnst eiginlega mjög tímabært að nota svona nálganir á einstaka staði. Ef maður til dæmis ímynda sér að reyna að skilja hvernig þessi ítök, rekaviða ítök, hafa gengið upp í raun, þá þurfum við aðeins að hugsa. Við sjáum að maður skoða bara lengdir á milli staða, það kemur að ítökum, þá bæði hvalreki og rekaviður alveg miklu hærri en allt annað. Það eru meira en svona 44 km að meðaltal á milli jarða, það er að segja jörðin sem á ítækið og jörðin sem á rekan. Og þetta svona típisk kerfi, aftur þetta langa oftast kirkjujarðir, svona hálfgerð höfuðbýli sem eiga ítök í mjög rýrar jarðir. Og þá þarf maður eitthvað að hugsa hvernig þetta á sér stað. Ef við horfum á ítök Skálholts, þá erum við ekki að horfa á eitt ítök, þetta er að horfa á nokkur. Skálholt á Árnes á ítöku í reka og hvalreka, og allt endar þetta einhverju leyti fyrir sunnan. Þetta endar ekkert endalega með flutningi á reka. Við getum ímyndað okkur þessu skipti yfir í landauða sem fara svo í kaupstað. Við getum ímyndað okkur að þetta sé unnið á einhvern hátt og sendt svo suður. En þetta er svona spurningar sem vakna við þessa rannsóknir, og eitthvað sem þessi grunnur dálítið gerði til að reyna að svara þessi stóru kerfi sem náður allt landið. Og ég ætla bara að enda þannig, þetta er svona dálítið opið, því að ég er ekki búinn en það er svona margt eftir, en samt komin allavega svona gagna umhverfi til að fara að svara þessu spurningum á landsvísu.